Hann er rómaðasti einkaspæjari Þýskalands. Samkvæmt vegabréfin hans heitir hann reyndar Nikolaus Baron af Knatter. Heimili forfeður hans er í grennd við Kýrits í fallegri sveit við ána Knatter. Hinn förna höfðingjaætt Knatter hefur ætíð þjónað föðurlandinu dyggilega. Ýmsir ættfeðranna voru mestu einfeldningar og þar af leiðandi hugrækkir bardagamenn. Af og til uxu heilbrigðisbrotar á fremur fúið ættartréð, með blöndun við heilbrigt bændakinn. Flettum fjölskyldualbúminu. Þetta er móðir Nicks, Corinna, fædd hertoginja að Bimsberg. Hún las ekkert nema leynilögreglusögur frá morgni til kvölds. Ekki einu sinni fæðing einkasonarinnar gat dregið athygli hennar frá lestrinum. Þegar henni var tjáð og hún hefði alið son, muldraði hún bara, faðirinn er sá seki. Og hér sjáum við föður Nicks, Casimir Kuno Baron af Knatter, en vinir hans og nánustu ættingjar kalla hann aldrei annað en Kuno. Þessi mynd sýnir að skarpskynni einkaspæjarans var greinileg þegar á unga aldri. Leið og Nick lærði að lesa, gleypti hann í sig allar leynilögreglusögur móður sinnar. Þegar hann var 16 ára tilkynnti Nick að hann væri ákveðinn í að gerast einkaspæjari. Fjölskyldan hélt fund málið og komst að þeirri niðurstöðu að hann mætti alls ekki nota óflekkað nafn Knatterættarinnar í framtíðarstarfi sínu. Þrátt fyrir einkunnarorð fjölskyldunar, skjóttu fyrst, gerðist Nick mikill friðarsinni og varð einkar leikinn í mannúðlegum bardagaðferðum. Hann miðar á höku andstæðingsins og deyfir hann snögglega án þess að valda honum heilsutjóni. Knatterton fann upp kjaftshögg sem hæfðu hvers konar aðstæðum. Þetta svokallaða astmaspark til að verjast árásum aftan frá er sérstaklega árangursríkt vegna lukkuskeifu hælanna. Sitjandi aftur á bak olnbogahöggið kemur sér vel ef spegill er við hendina. Smiðshöggið er svo fjöldadeyfingin sem gerð er standandi. Svo er hún ótrúleg að best er að skoða þetta aftur hægt. En hvað, spyrjið þið eflaust, gagnar góður nefi ef engar eru gáfurnar? En Knatterton hefur tekist með einstökum afleiðsluhæfileikum sínum að leysa flóknustu glæpagátur veraldar. Á Indlandi tókst honum að finna glataða gimsteinaskrínið fyrir Mahatma Raja. Í villta vestrinu í Ameríku bjargaði hann gulli úr greipum ræningja fyrir hina fögru stórbándadóttur Mary Lou. Í París leysti hann gátuna stundin á sumarfatnaði tískuteiknarans Jean-Pierre. Í Feneyjum gómaði hann allan bóaflokk hótelþjófsins Alfredos Antonios og í litlum bæ í Þýskalandi leysti hann stórkostlegt mál sem hann minnist aldrei á vegna þjóðaröryggis. Jæja, nú þekkiði Nick Knatterton og við skulum fylgjast með einu ævintýra hans. Í kvöld ætlar meistaraspæjarinn Nick Knatterton að taka sér lítið en langþráð listrænt frí og hlusta á sígilda tónlist. Þetta eru stútfullar möppur með lýsingum glæpamanna sem Nick hefur gómað á ferli sínum. Hérna á veggnum hanga myndir af þeim sem hann á eftir hann á. Þeim á fljótt eftir að fækka. En hvað er nú þetta? Þetta er símhandleggur sem Nick fann upp og auðvelt er að sjá þegar ekki heyrist í símanum fyrir hávaðanum í tónlistinni. Þú verður að hjálpa mér, ég alveg vandræðum. Ályktun. Karlmaðurinn var Konráð Nirvill, eigandi Nirvill stórtilboðsverslunarkeðjunnar. Frúin var greinilega eiginkona hans, Karolína, fædd Klausen. Láttu Nirvilsmálið eiga sig, annars hefurðu ályktað í síðasta sinn. Þetta skot er viðvörun. Ályktun? Málið er að verða spennandi. Nick rennir niður skotheldu gluggahlérunum með eðlilegri eftirmynd af útsýninu. Hérna lenti kúlan. Ályktun? Leyniskýttan er örvhent, fjarsýn og keðjuríkir. Nick fer í huganum yfir skotleiðina. Ályktun? Skotið var á mig af þessum svölum. Áður en Nick byrjar á Nirvilsmálinu opnar hann skáp með miklu safni af hárkollum og gerviskeggjum. Þetta sérstaka skegg er með innbyggðri fallhlíf sem tvisvar hefur bjargað lífi Nicks. Nick hugleiðir í hvaða gervi hann komist ósíður til Nirvils. Kannski sem virðulegt gamalmenni, eða sem Suðurlandabúi, eða gáfumaður.
Eða þjóðlegur bæveri. Jafnvel að gamla skólanum. Ætlarðu að láta málið afskiptalaust? Nei. Þig á eftir að iðra þess strax. Ályktun 2445 volt, einmitt það sem ég þoli. Sjónskerpa Nicks gerir honum fært að sjá í kolniða myrkri. Allt húsið er rafmagnslaust. Óvinir Nicks hafa roðið strauminn og ætla nú að gera út af við Nick. En Nick er snar í snúningum. Þetta var hið fræga tvöfalda kjaftsögn Nicks. Nick sprettir úr spori og kemst á mettíma í bakgarðinn og hinu dularfulla húsi þaðan sem skotið var á hann. En það sem hann sér þar færi -20 gráðu vatn til þess að hríslast bakið honum. Þetta er Molly Moll ljósmyndafyrirsæta. Nick verður stífur af hræðslu. Hún er orðin köld. Ályktun. Molly hefur setið fyrir hjá Max Vax, en verkið hefur mistekist. Nick grunar ekki hvað bíður hans í háhýsinu. Og þá sér hann nokkuð sem fær hár hans til þess að rísa og lyfta húinni. Nú færðu það sem átt skilið! En ekki er allt sem sýnist. Þetta var þá bara meinlaus róni sem hefur týnt dósanýfnum sínum. Þessi skilaboð. Lyftan er biluð, virðast meinlaus. Ályktun? Hér er eitthvað á seiði. Þetta er íbúð Molly Moll. Svona er glæpaheimurinn lítill. Molly hefur þegar komið berlega við sögu í lífi Nicks. Og hvað kemur Nick auga á? Þetta. Ályktun? Dæmigerður tvöfaldur glæpur. Einn í sjónvarpinu og annar á gólfteppinu. Og fjötrarnir eru sérlega þægilegir og falla vel að vaxtarlaginu. Enginn er jafn snöggur og Nick að leysa dömur. Og Molly kemst til meðvitundar. Sér Nick og minnist strax munn við munn aðferðar hans sem vakti hana eitt sinn aftur til næturlífsins. Hún læst verða meðvitundarlaus á ný til þess að lifa það aftur. Þá verður Nick litið á vegginn með myndum af Molly sem sýna berlega fjölbreytta hæfileika hennar. Og hérna er mynd af Molly með nyrli. Ályktun? Þau eru að draga sig saman. Önnur ályktun. Þetta tóbaksskúlabrot brotnaði upp úr stíftönn í karlmanni fyrir 3 mínútum. Eftir nokkra löðrunga í sígildum lífgunaraðferðarstíl rannsakar Nick svalirnar þaðan sem skotið var á hann. Ályktun. Sá seki notar Old Spice rakspíra. Og hvað er þetta? Heitur stubbur með förum eftir brotna stíftönn. Molly hlýtur að þekkja kauða. Molly er horfin. Hún er búin að loka sig inn á baði. Ég veit ekkert, ég segi ekkert, ályktaðu sjálfur bara það sem þú vilt. Nick lætur ekki segja sér það tvisvar. Hann ætlar nú að drífa sig til Konráðs. Jæja, lyftan er komin í lag. Góða nótt, nú siturðu fastur. Nick er genginn í gildru. En með hjálp verkfærasafnsins sem falið er í buxunum hans, tekst Nick að brjótast út. Nú ætlar hann að hraða sér til Nirvils milljónamærings sem bað hann símleiðis hjálp. Hvað sér hann fyrir utan? Hann trúir vart sínum eigin augum. Hann sér sjálfan sig reykjandi pípu í makindum í hópi fagura en sköllóttra meyja. Ályktun. Þetta er vinnustofa sýningargínusmiðsins Max Vax. Ég tek hann í bakaríið fyrir að misnota höfuð mitt. Max Vax bregður í brún. Frægramannahausar eru aðal áhugamál mitt. Max býr til reyk með því að láta saltsýru leka í þetta ílát með salmiakki. Þannig myndast gufa sem dælt er jafn harðan í slöngu sem tengd er pípunni. Nick finnst þessi bellibragðanotkun á höfði hans til að auglýsinga mjög skellandi og rennir augunum yfir vinnustofuna. Hann uppgötar mynd sem líkist mjög Konráði Nyrli. Og hann kemur auga á öskubakka með sígarettustubb
með förum eftir skemmdu stíftönnina sem hann þekkir orðið svo vel. Nick grunar ekki að hinn grunnsamlega eigandi tannarinnar er mjög nálægur. Það er að segja var. Og hvað læðist nú að Nick? Grunur. En fyrst ætlar hann til Konráðs sem þarfnast hjálpar hans. Nick ætlar að ná í bílinn sinn inn í skúr. Þá hrekkur hann í kút. Hann segir við sjálfan sig að í dag sé svo ótrúlega mikið að gerast að hann geti ómögulega skipt sér að í öllu. Hann ætlar eins og getið var strax til Nirvils. Nú er honum líkt farið á hjólbörðunum. Allur vindur úr honum. Á bílnum hangir mjög athyglisverður seðill. Haltu þig heima, annars fer fyrir þér eins og dekkjónum. Nick lætur ekkert stöðva sig. Nick er við öllu búinn. Nirvill hafði beðið Nick að koma án þess að mikið bæri á. Þess vegna leggur Nick bílnum að baki Nirvills villunar. Augu Nicks eru á við nákvæman hornamæli. Hann er fljótur að reikna út hæð veggjarins. Ályktun stutt tilhlaup nægir. Nick ræðist ekki kvutta. En þetta reynist vera hátalari. Ályktun? Nirvill er of nískur til að borga hundafóður. Segulband er ódýrara. Það étur bara ögn af rafmagni. Hérna sér hann milljónamæringinn ásamt konu sinni sem er augsýnilega að segja honum eitthvað mikilvægt bak við algerlega hljóðfellt gler. Nick lesa vörum hennar. Jæja, yfir Nirvill, ég á ekkert til að vera í, en þú sólundar peningum á dýrum öldurhúsum. Viðskiptakostnaður eða hitt og eldur. Hvennafar flagaraðinn. Svona myndir berast mér sífellt og ég þekki dömuna bara alls ekki. En Nick þekkir hana. Við líka. Þetta er fyrirsætan Molly Moll. Konráð er hótað að myndirnar verði sendar helgarpóstinum borgi hann ekki gommu að peningum. Hvað ertu að vilja, gamli sökkari? Ætlar að stinga af út? Ályktun? Þennan blett þekki ég. Þetta er bletturinn á veggnum í hægra horninu á báðabarnum. Sæll, Nick. Þetta er dóttir Nirvills, Róbertína. Ég grátbiði að láta málið afskiptalaust. Þetta er engamál. Við viljum forðast hneyksli. Fáðu mér myndina. En Knatterton er harður. Áhugi hans er vaknaður. Nick þekkir vart bílinn sinn aftur. Ályktun? Sem nútíma listaverk væri þetta meistaraverk. Svona fer fyrir þér ef þú... Í hægra horninu er far eftir tóbaksskúlan vísifingur. Þrátt fyrir frábæra athyglisgáfu tekur Nick ekki eftir því að maðurinn með tóbaksskúla vísifingurinn og skemmdu stíftunnina sem Nick hefur lengi talið þann seka er á næstu grösum. Fyrir einskæra tilviljun er einn af skolpræsabátum borgarinnar við hendina. Eða var það kannski ekki tilviljun? Tóti Stíftunn, eins og hann er kallaður í undirheimum borgarinnar, fylgir hljóðinu. Nick þekkir sem kunnugt er skolpræsakerfið eins og rassvasann sinn. Hefurðu enn ekki fengið þig fullsaddan? Bíddu bara. Nick verður þess var að honum er veitt eftirför. Hann reynir að hrista Tóta af sér. Á þessu korti sjáum við leið Nicks undirheimana. Hérna er áfangastaðurinn, Bóvabarinn. Tóti Stíftunn er þegar kominn á vettvang. En hann stendur stutt við. Tóbaksskúlur vinstri vísifingur, hérna er skemmda stíftunnin og brotið sem ég fann hjá Molly er alveg mátulegt. Nick festir Tóta við lokið. Ályktun? Samsærisfélagar Tóta sitja þarna inni. Á Bóvabarnum verður uppi fótur og fint þegar hann gengur inn á barinn trúen varla sínum eigin augum. Þar situr engin annar en Nirvill sem var heima hjá sér fyrir örfá mínútum. Taktu ofan hattinn, þetta er virðulegur bar. Við stöðum nú myndina til þess að þið skiljið betur það sem brátt mun gerast. Þetta hér er stjórnborð Virginíu sem losar hana við óboðna gesti. Með þessum handföngum getur hún látið þessa þungu skrautmuni falla úr loftinu. Líðþungt akkeri hangir beint fyrir ofan Nick.
Virginia fellir eina stöngina og þar með líka Nick sem fellur niður úr gólfinu og allt hverfur sjónum hans. Þegar hann rankar við sér, fjötraður í kjallaranum, sér hann nokkuð sem fær blóðið til þess að frjósa í æðum hans. Þarna liggur Konráð nirfill. Sæll, Konráð, svaraðu mér! Nick gerir sér fljótt grein fyrir því að hann að tala við vaxmynd af Konráði. Ályktun? Með þessari vaxmynd af Konráði hefur myndin verið tekin sem nota á til að fjárflétta hann. Myndin augsýnilega verk Gínusmiðsins Max Vax, sem Molly Mols situr stundum fyrir hjá og ég fann fjötraði í íbúð sinni því að hún veit meira en henni hollt. Álykta ennfremur að höfuðpörinn Virginia Peng eigandi bóabarsins og aðstofamenn hennar eru Max Vax og hinn örvhendi Tóti Stýrtönn. Nick bítur á jaxlinn og getur þannig notað bjórleiðsluna til að hlera samtalið uppi. Hvað eigum við að gera við Nick? Við látum hann dúsa niðri þar til við hirt peningana. Virginia, gætt trú þín! Út með þér, ég sé hann sjálf. Virginia með djöfullega ráðagerð. Hún ætlar að sigra Nick með sérstökum kvenlegum aðferðum. Fer ekki vel þig, Nick? Líst þér ekki vel á mig? Því miður ertu bundinn, en ég get látið gamlan draum rætast. Ég dái þig nefnilega og ég gæti næstum því elska þig. Já, þetta eru ekki truflanir í útsendingu. Rafmagnið fór af barnum. Nú sjáu þið hvað gerst hefur. Nick hefur keflað Virginiu með blússu hennar því að ekkert annað lá á lausu og þotið upp. Þar stendur Max Vax grunnlaus, barkollur nægir sem tímabundið fangelsi. Nú fer ég með þig til Konráðs. Nick veifar leigubíl. Bíllinn sem virtist aka hjá af tilviljun og alls ekki hjá af tilviljun eins og Nick verður brátt óhjákvæmilega var við. Þessar augnagotur sýna að bílstjórinn grunsamlegur. Jæja, hvað gerðist nú? Til þess að skýra bakfall Nicks sýnum við þennan sérkennilega atburð á myndrænan hátt. Bílstjórinn togaði í stöng og við það stakst falin sprauta full af deyfilyfi í vinstri þjónnapp Nicks. Með því að toga af alefli í aðra stöng lagðist aftursætið niður og Nick lokaðist inn í farangurkennslunni. Hvert förinni heitið? Sökum langrar þjálfunar líkami Nicks snöggur að losa sig við hvaða eitur sem Fljótt fer ályktunarkerfi hans að starfa á ný. Að vísu dálítið óskýrt í fyrstu en svo verður honum ljós aðstæða sín. Ályktun, þegar skottið verður opnað gengi frá þeim fyrra með tæknihauki og hinum með tundurskindisbragði í kviðinn. Og nú komið að því. Nick heyrir þá nálgast. Hann getur sig hvergi hrært. Fyrri hluti áætlunarinnar stenst fullkomlega, en svo víkur Max Vax sér glæsilega undan. Ályktun, ég stóð bankaræningja að verki. Einmitt þannig liggur í því. Þeir voru að grafa göng að næturhólfi stórbákans við hliðina. Nick lítur út gluggann, en hann verður því miður að sjá af Max og rotuðum félaga hans. Þarna niðri liggja tveir bankaræningjar sem ég náði, þið megið hirða þá. Svartstakkur kallar á aðalstöðvar. Aðalstöðvar hér, hvað á sviði? Nick lagði 2 bankaræningja, eigum við að taka þá með okkur. Hann getur hirt á sjálfur, skipti. Þú getur hirt á sjálfur. Nick ekki lengi að sjá hvernig hann getur komið bankaræningjónum í örugga höfn. Hann brýtur upp næturhólfið með kænlega sveigðri bréfaklemmu. Svo hendir hann kínverja inn í hólfið sem kemur viðvörunarkerfinu í gang. Aðalstöðvar kalla á alla svartstakka, bankarán í bankastræti. Kæra lögregla, það liggja 2 bankaræningjar í kjallaranum við hliðina. Og hvar Nick? Nick stendur á götuhorni og virðir fyrir sér athyglisverðar skuggamyndir á annarri hæð bak við hálflukta gluggahlera. Ályktun, þessir kroppar sýnast kunnuglegir. Auðvitað, daman til hægri eigandi bófabarsins, Virginia Peng, en hver sú til vinstri? Þá man hann það allt í einu.
Þessum formum kynntist hann þegar honum var gripið í þau inn í runna þar sem Róbertína, dóttir Konráðs, faldi sig. Hvað saklausa auðkýfingsdóttirinn að vilja hjá harðsvíraða glæpakvendinu Virginíu? Nick þyrstir í að komast að því. Skrítið, hurðin bara hallað aftur. Þetta var óbeint en alveg sjálfvirkt kjaftshögg. Virginia lét útbúa þessa sjálfvirku vörn til að hlífa sér við áleitnum karlmönnum. Þegar hún vill vera ein, gerir hún vörnina virka úr dyngju sinni. Einnig eftir þetta nákvæma kjaftshögg þarf Nick ekki nema 9 sekúndur til að vera stálslegin á ný. Nú leitar hann að útgönguleið. Upp með hendur! Upp með hendur, sagði ég! Þetta var vaxmynd. Og hvað sér Nick þarna? Við vegginn sitja þeir bófar sem eru viðrinnir málið og stara á hann. Tóti stíftönn, skattaskari og slagara slæmi. Láttu mig vera, ég í fílu! Segulband inn í holu brjóstinu fer í gang sé potaði það. Ályktun? Þessar vaxmyndir eru fjarvistunarsönnun. Á meðan vaxmyndatvífararnir sitja fyrir allra augum á barnum eru frummyndirnar að fremja glæpi. Lendi þeir í kasti við lögregluna eiga þeir fjarvistunarsönnunar myndir með dagsetningu og nákvæmum tíma. Þá heyrir Nick raddir í stigaganginum. Vertu sæl, Virginia, sjáumst á morgun. Farðu varlega og mistu nú ekki pappa þinn, ég var að klæða hann í nýja skyrtu. Ályktun? Róbertína með vaxmynd af föður sínum. Við útidyrnar hjá Virginíu kemur í ljós að Nick frábær eftirherma. Halló, hver þar? Það ég, Róbertína. Ég verð að tala þess við þig. Nick ályktar því miður ekki að í dyrasímann tengd myndavél beint í meyjarskemmu Virginíu. Komdu, stíginn í lagi. Til öryggis stekkur Nick yfir efstu þrepin og stendur brátt við dyrnar hjá Virginíu. Komdu inn og bíddu aðeins, ég í sturtu. Hugmyndaflug Nicks vakið. Ályktun, hreinlæti allra meina verst. Þú þekkir bragðið með dyrnar, fáðu þér sæti en ekki í stólnum vinstra megin, hann ruggar. Ætlar Nick litli nú að lofa að vera góður og láta okkur í friði? Nei, þú færð þá að kenna á því. Tónlistarpyntingarnar sem Virginia beitir eru sérlega djöfullegar. Á hæsta eru nú spiluð lög vinsældalistans. Það eru textar sem brjóta menn niður eins og sést á þessum myndum. Virginia vonar að þessar síendurteknu lumur bræði Nick. Gefstu upp? Nei. Við getum ekki lengur horft upp á þessar hræðilegu kvalir. Horfum frekar á Virginíu sem í símanum niður á bar. Halló, konni minn. Líttu í póstkassaðinn áður en kona þín gerir það. Og gerðu allt sem við segjum, annars fer illa fyrir þér. Og hvað Nick að bardúsa? Þegar einn skallapopparana söng í 105. skipti sömu 3 orðin og sömu 3 tónana, fékk hann yfirnáttúrulega krafta. Til öryggis, tvöfalt kjaftsögg. Orðalaus og kvíðafullur sýnir Konráð Nick bréfið sem honum var að berast. Nýttu 105.000 kalla saman með þessu snæri. Ályktun, snærið lyktar að kryddfjúa frá lostætisverslun Humars. Sæll, Konni. Eftir nákvæmlega klukkustund, 7 mínútum fyrir miðnætti, læturðu peningapakkan bak við öskutunnu að Fjárgötu 21. Ef ekki, já, þá... Farðu þangað með peningana, ég skal geta þeirra. Hver sökudólgurinn? Því eigið ekki eftir að trúa. Ekkert ykkar. Hver hann í raun og veru fáið þið að vita eftir svona 2 mínútur og 3 sekúndur. Fyrir einni stundu barst milljónamæringnum Nirli þetta bréf ásamt kryddbjúga lyktandi snæri.
7 mínútum fyrir miðnætti á að skilja fjárfúlgu eftir bak við öskutunnu fyrir framan húsið að Fjárgötu 21. Og þarna kemur Konráð niður. Ályktun, peningarnir eru á sínum stað. Síðan hvenar álykta öskutunnur. Áhorfundur grunar með réttu að Nick sé í tunnunni. Þessi sérstaka tunna með gæjugati og hraðopnanlegri hlið hefur oft komið sér vel. Og hvað kemur þar? Hund, sem kemur Nick kunnuglega fyrir sjónir. Og það rennur upp fyrir honum að hann sá hann á mynd á vegg ásamt myndum af Molly. Vegna þess að sjóndeildarhringur Nicks er takmarkaður sér hann ekki hvað hundurinn gerir nú. Hann tekur peningana. Ásamt Nick á dýrum grínum leið. Stansaðu, nú er ég búinn að koma þig. Og hvað sér Nick? Róbertínu með Max Vax og vaxmynd föður síns. Ég gerði það af eintómri meðöndun til að hjálpa öðrum. Komdu með á bófabarinn, þar get ég sannað allt. Við barinn sér Nick leigubílinn sem í raun er dulbúinn bófabíl. Og hver stígur út? Karolína, kona Nirvils. Ályktun, Karolína er sökudólgurinn. Hún lét Max Vax gera eftirmynd af bónda sínum og taka mannorðspillandi myndir með henni og Molly. Hún fékk síðan Virginíu og undir heima vini hennar til að kúga fé af karlinum. Nú situr hún á barnum og bíður eftir Virginíu og ekki síður peningunum. Í stað þeirra birtist Nick. Maðurinn minn er mestu nirvill allra tíma. Öðruvísi fékk ég ekki eyri hjá honum. Hinn annars svo harði Nick getur ekki haldið aftur af tárunum. Og nú snökta allir. Því að örlög Karolínu eru svo sorgleg. Nick lætur hann að fá peningana. Og allir sverja að gamli nirvillinn skuli aldrei frétta hvað af þeim varð. Ályktun, þetta fer ekki lengra.